Það alvöru prófíll sem sækir hann til Grindavík Njarðvíkur fyrir að koma átöki í bestdeildinni. Hvað er hægt að segja þennan prófíll? Bara geggjað, bara frábæra fréttir og félagi bara að taka stórt skref fram á við í sinni stuttu sögu eins og Rabbi kom inn á áðan. Þannig að bara ég geti eiginlega ekki verið sáttari sko, ég var alveg hreinskilinn. Er ekki svo sannlega hægt að kalla þetta statement signing? Jú, bara klárlega, þú veist, þetta er bara við erum að ræða þetta við, maður er bara svo ánægður að vera hluti af kvennaliði sem er að taka skref fram á við. Það er búið að vera svolítið umræðinni kvennafótboltinn bara í heiminum á Íslandi og eitthvað svona, þannig að þú veist, þetta er bara klárlega eitthvað sem við erum að gera, taka skref fram á við með þessu og þú verður að fyrirgefa mér, ég var bara að lenda úr flugi frá Köpen bara fyrir klukkutíma sko, ég er aðeins orðinn rykkaður í þessum viðtölum. Og bara svona þessi viðbót við liði, bara svona hvað gefur þetta liðinu? Það er bara svo margt, þú veist, ég veit ekki alveg, það er erfitt að ramma þetta er örugglega erfiðasta viðtal sem ég hef farið í, af því það er erfitt að ramma, þú veist, bara nákvæmlega hvað þetta er að gera fyrir félag. Við getum stiklað á við getum farið á svo mörg svið þetta, við getum farið yfir bara, við getum byrjað á því að tala um að þetta er frábær leikmaður. Þetta er bara eitt besti hafsendinn í deildinni og það er náttúrulega bara ótrúlega gott fyrir okkur að bara mögulega besti hafsend deildarinnar sé að velja það að spila fyrir Grindavík Njarðvík. Það er bara stórt fyrir okkur. Svo getum við farið að tala um karakterinn, þetta er náttúrulega bara óumdeild manneskja af öllum sem maður spila með henni. Það tala allir eins hana, þetta er bara frábær liðsfélagi, frábær leiðtogi, frábær í klefanum, bara frábær manneskja og það er frábært líka. Svo getum við farið að tala um áhrifin á bara samfélagið, við getum farið að tala um að þetta eykur kannski ennþá meiri sýnileika á liðinu og bara við getum farið að tala um yngri flokka, iðkendafjöldin og allt þetta, hvort að þetta sé að fara að vera komið með svona fyrirmynd. Þetta er frábær fyrirmynd sem er núna í okkar liði, þú veist, við getum farið að tala um það, hvort að þetta sé ekki innblástur bara fyrir unga stelpur á Suðurnesjunum að fara að æfa fótbolta til þess að geta svona hort á landsliðskonu spila fyrir sitt lið sem mann dreymir að spila fyrir í framtíðinni, þú veist, við getum verið heillengi að ræða jákvæð áhrif sem þetta sæn getur haft. Einn búið að vera gríðilegur svona uppgangur á bara kvennaknattspyrnu Suðum sjó og svona þetta er náttúrulega bara svona styrkir bara allt svona bara umhverfið og allt í kringum bara kvennalið. Já, það var svo það sem ég var að reyna að útskýra áðan, að bara klárlega og bara ótrúlega bara eins og segja ánægður og þakkláttur að vera hluti af félagi sem ætlar að gera þetta almennilega og er búið að vera að gera þetta almennilega, bara virkilega ánægður með bara hvernig þetta samstarf hefur bara verið bara í raun og veru frá upphafi og nú erum við bara komin upp í bestu deildina og þá þurfum við bara bestu leikmennina og þá þurfum við bara bestu umgjörðina, við þurfum bara að vera með bara allt í toppstandi þetta og bara þetta er bara klárlega eitt skref af því og við erum ekkert að mæta þetta bara eitthvað halda áfram bara eitthvað því sem við vorum að gera, við þurfum að bæta og bæta allt og þetta er bara, já, eins og segi, bara eitt skref af mörgum í því ferli en það er virkilega gaman að taka svona skref, klárlega. Svona alltaf gríðilega stór prófíll, eigum við von á því að mögulega sækja eitthvað fleiri svona þegar framleiða stundir? Já, þú veist, við munum þurfa stærri leikmannahóp heldur en við vorum með í fyrra, við erum að spila fleiri leiki og þetta verður kannski allt meira krefjandi, þannig að við þurfum að vera undirbúin fyrir alls konar, við þurfum að geta kannski díla við meiðsli og svona sem að geta komið upp og allt þetta, þannig að við þurfum að stækka hópinn ennþá frekar, þannig að ég reikna með að það verði klárlega fleiri leikmenn sem að við munum fá til þess. Og náttúrulega tilkoma Natasju náttúrulega hlýtur að vera svona ákveðið svona aðdráttarafl fyrir kannski aðra leikmenn að vilja koma mitt í þetta svona spennandi projekt. Já, ég held það sko, þú veist, það voru alveg margar ástæður af mínum til þess að vilja spila fyrir Grindavík Njarðvík áður en hún kom. Er þetta auka ástæða? Já, klárlega, þú veist, ég meina þetta er hvað viltu, hvað viltu fá út úr fótboltanum? Viltu spila með frábærum leikmönnum í frábæru liði þar sem er geggjuð liðsheild og flotti karakterar? Já, líklega, þú veist, við pælum í þessu öllu, þú veist, það er ekki nóg, þú veist, við erum ekkert bara að leita góðum leikmönnum, þú veist, ef þú ert góður leikmaður en skýta karakter, þá viljum við ekki fá þig, þannig að, þú veist, við erum, ég get bara sagt það stoltur að við erum með virkilega öfluga liðsheild í þessu liði og bara frábært kvennaráð og bara aðstæðan er góð og mér finnst við spila ógeðslega skemmtilegan fótbolta, mér finnst ógeðslega gaman á
á æfingum og leikmönnum finnst gaman á æfingu, það margar ástæður og kannski bara, ég veit ekki hvernig maður á að túlka, lesa í þetta, en minna, að fá bara landsliðskonu sem að vill vera með í þessu umhverju og hún ekkert að gera þetta í blindi, hún var að mæta á leiki hjá okkur í sumar og sá okkur spila og heillaðist líka af okkur, alveg eins og við náttúrulega heillumst af henni, þannig að ég held að, já, ég meina, já, það alveg, mögulega einhverjir ennþá spenntari kannski fyrir að koma til okkar í kjölfarið á þessu, bara erfitt að svara því samt, en tíminn mun leiða það í ljós. Þið náttúrulega fóru að einhverju hluta óvænt upp í börsdeildina og þú fyrst greiðilegt gott umtala eftir mót og einhverju fóru að orða við hinar ýmsu stöður. Var það ekkert mann í myndinni að þú myndir stökkva eitthvað annað eða er búin að vera bara 100% committed hérna? Já, bara nei, það var ekkert í myndinni. Ég er bara 100% committed hérna og er bara ótrúlega ánægður. Það er bara, ég hef ekki haft eina ástæðu til þess að vilja eitthvað fara að horfa kringum mig eða neitt svoleiðis, þannig að ég er bara virkilega ánægður og eins og segir, bara þakkláttur að vera í liði þar sem að kvennaboltanum er bara gert hátt undir höfði. Það er bara, við tökum þetta alvarlega, við erum bara liðið, félagið allt í heild sinni er að vanda sig virkilega mikið. Þetta skiptir okkur máli að við séum að gera þetta vel og bara af krafti og hvað viltu meira, skiljum við, þannig að ég er bara mjög ánægður hérna, búin að líða mjög vel hérna og meðan við höldum áfram að taka svona skref þá er bara yfir engu að kvarta. Takk fyrir.